það alltaf eitthvað. Það aldrei engin áskorun. Nei. Leið og maður fær góða fréttir, þá koma líka einhverjar aðrar fréttir. Maður kannski búin að setja upp allt og rosa glaður maður og það verður aldrei verið eins gott, creativity aldrei eins gott, fullt af velunum, nýjir kúnnar að koma inn og maður bara, þetta fullkomið. Þá kemur kannski einhver lykilstarfsmaður með uppsnaðarbréf. Það alltaf eitthvað. Valgeir Magnússon eða Valli Sport, velkomin í þáttinn. Takk að kærlega. Við getum kannski aðeins byrja á því, hvaðan kemur nafnið Valli Sport? Það frá því að ég var á Bylgjunni árið 1994 held ég. Þá var ég svona að kynna óhefbundnar íþróttir, aðdraðanir á Laugardögum ásamt því að vera með svona magasín þátt. Já. Með Sigga Hlöð og Pálma Guðmundsssyni. Þá var ég þessi karakter Valli Sport. Síðan hélt ég nú áfram í útvarpi undir Valgeir Magnússon og það menn enginn eftir því. Nei. Svo þegar við byrjuðum í sjónvarpi, ég og Siggi með þáttinn með Hausverkum helgar og sagði Siggi við mig, Valli, man enginn þetta nafn Valgeir Magnússon. Vertu bara þessi Valli Sport sem við vorum með á Bylgjunni, það myndi það allir alltaf. Já. Þannig að við ákveðum að karakterinn inn í sjónvarpi myndi heita Valli Sport og svo bara festist þetta við mig og lengi var ég svona viðkvæmur fyrir þessu sko. Já. Þetta var svona karakter í fjölmiðlum, þetta var ekki ég. Nei. Og ég var viðkvæmur fyrir því að vera kallaður Valli Sport sko og ég kallaði mig aldrei Valli Sport sjálfur og gerði það eiginlega mjög lítið í dag, eiginlega aldrei. Nema ég þurfi eitthvað að reyna að rifja upp fyrir fólki hver ég eða hver ég var. Já. Og en svo bara sættist ég við það, þetta nafn fyrir aldrei að mér og núna þykir mér bara vænt það. Já, bara orðin partur að þér. Já. Partur af þinni sögu. Já. Já. En þú talar að þú varst í útvarpi, 1994. Já. Og fer svo, það ekki 94 sem þú stofnar auglýsingastofu? Jú, við Siggi kynnumst þá og þarna ég á markaðsdeild að héti Íslenska útvarpsfélagið á þeim tíma. Sambærilegt fyrirtæki heiti Sýn í dag. Já. Og ég var svo kallar kynningastjóri markaðsdeildar. Þannig að mitt verkefni var að tala við svona stærri kaupendur og auglýsingastofur og gera miðlana áhugaverða fyrir þá. Sýna fram á tölfræði og búa til svona leiki og event og vera með sponsoringar á því og svona. Já. Síðan gerist það að við erum með beina útsendingu á Akureyri, svona konsept sem að seinna var kallað Bylgjulestin en var ekki komið það nafn á þeim tíma. Og við erum með útsendingu á laugardagsmorgni. Sá sem átti að vera í loftinu bara fannst ekki. Og ég búin að selja ratleikum alla Akureyri og með fullt á sponsum og dóti. Og það var bara eina sem ég gæti gert var bara að ég fór bara sjálfur í mækinn. Já. Og leysti úr þessu. Og þar var til þessi karakter Valli Sport. Því síðan var farið á sjóskíði síðan daginn. Og ég fer svona fyrstur á skíðin og vildi til að ég hafi svona byrjað 11 ára á sjóskíðum, þannig að ég kunni nú einhverja listir sko. Já. Sá sem átti að koma eftir mér sem var búin að vera með yfirlýsingar í útvarpum að hann kynni á sjóskíði, hann hákaði bara að hætta við að fara á skíðin og og laugardaginn og eftir þá var ég bara komin inn í fast prógram og með þennan karakter Valli Sport. Já. Þannig ertu bara komin í útvarpið á fullt. Já, ætla aldrei í útvarp. Nei. Það var ég bara viðskiptafræðingur sem var á markaðsdeild sko. Já, einmitt. En svo í kjölfarið stofnar að auglýsingastofuna, ekki? Jú, meðan við erum í þessu þá gerist það að ég alltaf að vinna þarna með þessum stóru kunnum okkar og búa til event og leiki og eitthvað og þannig að við fyrir að búa til markaðsefni í kringum það og Siggi var þarna kom með svona lítinn Macintosh Classic með svartskittan skjá. Já. Og að hanna
og er búinn að kenna svona sjálfum sér hanna í þessari litlu græju. Og síðan er hann farinn að taka svona verkefni á kvöldin að hanna fyrir hinn og þennan eitthvað. Og ég er svona að horfa á þetta hjá honum og sér, hvað ertu að fá fyrir þetta? Þá segir hann eitthvað svona, svo er lélegur að rukka fyrir þetta. Ég bara fæ bara alls konar sem að menn eru til að láta mig fá. Og ég sá hann eitthvað tækifæri og segi, á ekki bara að koma með þér í þetta og við búum bara til svona auka batteri og ég skal sjá að selja og rukka Já, og þú sér að hanna. þetta er svona fyrstu skrefin. Þannig er fyrstu skrefin og þannig erum við bara með þessa litlu vél sem er nú ennþá niður á stofu, sko. Og allt í einu erum við komið bara fullt á auka business á kvöldinu og helgar. Þannig erum við að stelast í risastóra 1920 mixerinn, sko, frá fréttamixerinn í stúdíónu til að klippa sjónvarpsauglýsingar og Já, þannig er alls konar, það er svolítið flókið að búa til grafík á þessum tíma. Það er bara svona analóg aðferðir, sko, já, gert í mixerum og klippa auglýsingar sem hefur gert analóg, svona milli spóla og svona dót, sko, gamlar betaspólur. Þarna voru við bara allt í einu komin í svaka business, sko. Síðan nokkrum árum síðar þá segi við sig ekkert í hana. Á þeim tíma var það mikill peningur, sko, sagði við hann, við veltum 30 milljónum í aukavinnunni í fyrra. Ættu við kannski að gera það bara aðalvinnu. Það væri svona eins og að vera að velta kannski 100 milljónum í dag, sko. já, Og þá svona tókum við sénsinn að hætta í dagvinnunum okkar og verða alveg auglýsingastofa. já, Og þá hét stofan Hausverk. hausverk. Okkur þótti að fyndi, sko. Og þetta eru verkunin með hausnum. Já, Og hérna síðan þegar við ákveðum að fara í sjónvarpið þá sjáum við tækifæri á að kynna auglýsingastofuna okkar og láta hana heita með Hausverkum helgar. já, Að halda voða margir að þar hafi stofan byrjað en það átti að vera bara svona lítið kynningaverkefni. já, Svo var það miklu starra heldur en stofan, sko, í ímynd og svo hétum við Hausverk eitthvað tíma á eftir þangað til að við sáum að það gengi ekki að því að ímynd stofuna var bara tengd við vitleysisgangin í okkur tveimur og já, einmitt. þannig að við fórum í svona prógram og við hættum að lesa auglýsingar, við vorum báðir svona þekkta raddir í útvarpi og hættum að lesa auglýsingar sjálfir og við hættum að fara tveir saman á fund, alltaf einhver annar starfsmaður svona að vera sína meiri breytt og breyttu nafninu í Pipar. Breyttu nafninu Pipar. Fengum Björgvin Halldórsson til að lesa á símsvaran okkar, því að við vorum allir með símsvara á þessum tíma. Að lasa hann inn á símsvaran okkar, sko, Hausverk í gær, Pipar í dag, nýtt nafn, sama kennitala. Já, Og það er nokkuð gott. Já, það var skemmtilegt. Þetta er svona orfa vitni í gamlan frasa sem að hann hafði sagt um eitthvað hérna söngvara, sko. Hann fekk sér ný jakkaföt, sama. Já. Hann var ekkert betri söngvari, sko. En hvaðan kemur nafnið þá Pipar? Þarna fórum við bara að pæli, hvað gætu við heitið, sko, og það er nú flókið að finna nafn á auglýsingastofu, Já. að því maður þarf að vera eitthvað svo kúl og töff og hugmyndaríkur. Og við vorum svona að hugsa, sko, þetta litla ekstra sem þú þarf til að varan sé áhugaverðari. Einmitt. Ég held að þú búin að steikja kjötið, sko. Þá er það alveg gott en ef þú setur smá pipar þá kemur eitthvað auka, þá verður þetta eitthvað. Einmitt, ekstra. Það er það sem vorum að hugsa þessum tíma. Þarna erum við komni til held ég 2003-2004 eitthvað svoleiðis. Já. Þá vorum við að gera þessa breytingu. Voru það á þessum tíma, voru það þá bara aðlega þið tveir sem voru að vinna í auglýsingastofun eða voru þið komin með starfsfólk? Við vorum komin með starfsfólk 96. Já. Og þegar við breytum nafninu þá erum við líklega 20 manns. Já, ok. Þetta er alveg orðið svona ágætis stærða batteri. Já, og það sem að
var sko ástæðan fyrir við fórum í nafnbreytinguna því að fólk upplifði það væri bara við tveir og svo duglegir upp til auglýsingar Já, og svo vorum við að gera bæði svona ódýrar auglýsingar og þá vorum við ofta að lesa það sjálfur og gera allt sjálfur. Svo gerðum við dýrar auglýsingar þar sem við vorum með framleiðslu fyrirtæki og leikstjóra og einhvern leikar alltaf að lesa auglýsingarnar og, og svo leiðislutir sko. Fólk tengdi ekkert og það gæti verið frá okkur. já, Þannig að allar ódýru auglýsingarnar verða okkur sem raddir. Það var einhvern veginn ímyndun okkar og eftir greiningu þá áttum við okkur að við bara hættum því já, til þess að fólk gæti séð okkur sem stórt fyrirtæki. Við vorum sátum ekkert í hann á svona pælingum og vorum að velta fyrir okkur, við vorum að reyna að ná banka eða viðskipti og svoleiðis fyrirtæki og tryggingafélag og eitthvað. Og ég var að segja svona eitthvað, akkur ætli við náum ekki neinum af þessum bönkum viðskipti. Hvað er það við okkur sem að við erum alveg á pari sem stofa við þá sem það eru að versla við. Og segir sig allt í einu sko, myndirðu kaupa þjónustu hjá auglýsingastofunni Tvíhöfða ef það væri banki. já, Þá voru þeir mjög heitir og þó við verðum allt öðruvísi sem við, þá voru þetta svona óheflaðir gaurar í gríni og ég sagði, nei, en myndirðu ráða þá í auglýsingagerðina eða vilja hafa það í auglýsingunni? Já. Þannig að, en batteríið sem héti Tvíhöfði myndirðu kannski ekki treysta. Nei. Þá fórum við að hugsa, við heitum hausverk sem að Mm. í hugum fólks bara vitleysis gangur í sjónvarpi. Já, Þannig að trausti var ekki til staðar. Þannig að við, með því að fara í nafnabreytingu og distansera okkur sem karaktera, það sáum við svona sem leiðin okkar í að láta taka okkur alvarlega og fá traust á markan. Það tók síðan mörg ári viðbót þangað til að svona þessi stærri fyrirtæki þorðu að versla við okkur sko. já, Þá fórum við á kannski svona 2 ár eftir þetta, þá vorum við byrjað að vinna fyrir eins og Eimskip og slík fyrirtæki. já. Tekur tíma svona að breyta ímyndinni. Já, Já, einmitt. þessi svona stóru other people's money fyrirtæki. Já. En hvernig á þessu tíma, hvernig voruð að fá verkefni til ykkar? Með að selja hugmyndir sko. Já, Og við náðum mjög lengi að vera svona stofan sem að var leita til þar sem eigandinn og stofnandi fyrirtækisins var endi staðar. Já. Svo Helgi Gói var kunni hjá okkur, búin að kunni hjá okkur síðan 98. Á þessum tíma var Benni í Bílabó Benna líka verslega okkur. Það sem var menn vildu fá sko value for money. Já. Og það gekk okkur mjög vel. Við vorum allt öðruvísi heldur en hinar stofunar. Við komum úr ljósakamiðlum sem svona var nýjabrum á þessum tíma sko. Bara svona svipað eins og stofur sem eru í dag sprotnar upp úr internetinu sko. já, Við vorum í að gera svona leiki í útvarpi og með gagnvirkni í því sem vorum að gera og meðan að allar heinastofurnar gengu út á það voru hönnuðir sem áttu stofurnar og stofnuðu stofurnar. Þannig að heilsíður var svona það sem það snýrist allt um. Við vorum ljósaka miðlar var grunnurinn okkar. Þannig að útvarp, sjónvarp og gagnvirkni var svona og svo var heilsíðan bara svona til að fylgja því eftir. Já. Og meðan að gekk allt út á heilsíður sem að var svona okkur fannst vera gamli tíminn. Þannig að okkur tókst svolítið vel að marka okkur sérstöðu og þeir sem að svona voru til í að hoppa og fá meiri árangur með við það sem að þeir höfðu í budget. Og við vorum mjög fljótt þekkt fyrir það. já. En á þessum tíma var eitthvað svona helst auglýsingar í sjóvarpi og svo eins og talar að fylgja eftir með prent. Já, og útvarpi.
Útvarp, já. útvarp alveg rosa öfluga miðill á þessum tíma og enn. Já. En það voru ekkit margar aðra leiðir nema að svo vorum við að búa til viðburði og nota viðburði sem kannski grunn og þar skáru við okkur frá öllum öðrum. En við bjuggum til kannski einhverja hátíð eða einhvert hlaup eða einhverja keppni sem að var á einhverju stað sem að var síðan bein útsending í útvarpinu frá viðkomandi viðburði sem að var í nafni eins og kannski grillkeppni, hagkaup Já, eða eitthvað svoleiðis stótt sko. já, eitthvað svona sniðugt og öðruvísi. Já, og þannig náðu við að búa til allt öðruvísi hugræna tengingu við vörumerkin heldur en hinu voru að vinna með sko. Og meðan að hinu voru að treysta á liti og fonta þá voru við að gera eitthvað svona. Já, Og við svona einhvern veginn voru mjög hratt svona meðal samkeppnisaðila frekar óvinsæl stofa. já, Þannig að þeir sem voru að vinna hjá okkur, þeir fengi alveg að heyra það á árshátíð SÍA, sko, frá öðrum hönnuðum að væri nú svolítið hallarslega að vinna þarna. Og að því að við vorum svolítið að skemma leikinn. Já. Tók okkur langan tíma líka að komast inn í SÍA og verða partur af samtökum auglýsingastofa. Og ég man eftir því að við vorum þarna snemma líklega fyrir 2000. Þá erum við búin að ákveða að verða stór stofa og erum þá þeim tíma vorum við kannski með 3-4 starfsmenn, kannski 5 og við fá símtal frá kunningja mínum sem þá var að vinna á stóri stofu og þeir voru að sjá árshátíðina það árið. Það var kannilega pláss sko, meira pláss á árshátíðinu heldur en stofurnar sem ég held á árshátíðina náðu að fylla. Já. Og þessum tíma var sameiginleg árshátíð alltaf hjá öllum auglýsingastofum. Og spurja hvort að við höfum áhuga að vera á árshátíðinni og það væri lausir miðar og ég vissi eitthvað og við sem, já, skellum okkur bara. Við erum bara 2 á árshátíð SÍA. Sjáum hvernig þetta er. Þá þegar við mættum þá áttum við okkur á því að við vorum skemmtiatriðið. Já, Það var sem búið stillum 1 2 manna borði í gangveginum til að komast inn í salinn á árshátíðina. Og við tókum það bara, letum það ganga yfir okkur og sátum bara við þetta 2 manna borð, skemmtum okkur bara árshátíðina og fórum. Já. Og nokkrum árum seinna og loksins urðum við partur á þessu samtökum og þá vorum við nú búin að vinna okkur inn að við værum ekki villisingar. En þetta var svona álit bransans á okkur. Við værum svona second class stofa, sko. já, Og svipað eins og ég hef tekið eftir að stærri stofurnar, sko, hafa litið á þessar minni stofur sem ganga bara út á netið, sko. einmitt. Þannig að það er alltaf það er hrokkinn, sko, hann er alltaf hættulegur. Já, líka alltaf þegar einhverju að gera eitthvað öðruvísi og gera eitthvað nýtt og fara sína eigin leiðir. Já, og þá kemur hrokkinn, sko, sem varnartaktík. Bara mannlegt, sko. Já, En á þessu tíma, hverju voru svona helstu samkeppnisaðilar þá? Íslenska auglýsingastofan sem er nú ekki lengur til, Gott fólk sem er ekki lengur til, NM hétu þá Nonni og Manni og Hér og Nú sem heitir núna HN eða hvort eru afturfannar heita Hér og Nú eru ennþá til og Hvíthásið. Já. Það voru svona helst stofurnar á þeim tíma. Flesti og búin að Hvíthásið þá þurrka. til. Nei, svona helmingurinn. Já, þeim eru hættir eða búin að þurrkast alveg út. Já. Já. Og þá þessar 2 mjög stofur, sem voru stærstu stofurnar þá, Íslenska og Gott fólk.
En á þessum tíma og talar hana 2002, 2003 þegar farið í nafnabreytinguna, eða séu komið hérna 20 starfsmenn, Já. hvernig er vöxturinn búinn að vera? Hvernig var vöxturinn á stofunni hjá ykkur eftir það? Hann, sko, 2001 þá lendum við í miklu áfalli. Þá svona kallar míníhrun á Íslandi. Krónan féll 50%. Þetta svona fljótlega eftir að flugvélarnar flugu á tvíburaturnana og við vorum með 2 þokkalega stóra kúnna sem fóru í gjaldþrot. Þannig við töpuðum bæði kröfunum og kúnnanum. Já. Og við vorum að reka líka birtingafyrirtæki á þessum tíma. Þá vorum við líklega með 12 manns í vinnu. Og við svona sáum að þetta myndi ekki ganga upp. Reyndum að gera eitthvað samkomulag við starfsfólki sem var þá að halda áfram, breyta launastrúktúrnum eða gera eitthvað þannig að við gætum unnið okkur tilbaka og fólki geti haldið vinnunni. Það var ekki vilji fyrir því, en við sögðum öllum upp. Já. Og byrjuðum bara på nýtt, réðum síðan inn 2 manneskjur, 2 ungar stelpur sem voru tiltölulega nýlega búnar í grafísku námi, grafískir hönnuðir og bættum svo þeirri 3. við fljótlega eftir það og byrjuðum bara frá grunni að byggja upp og þannig að vöxturinn frá þeim tíma var talsverður en það kom dífa þar sem að við vorum bara nánast gjaldþrota sko. Já. Þurftum að semja okkur út úr því, skulduðum fjölmiðlunum birtingar talsvert og við vorum alveg til 2007 að borga niður það ævintýri. Kom ykkur út úr því? Já. En aftur á móti var til miklu betri stofa. Við settum okkur alls konar vinnureglur hvers konar vinnusamband við vildum hafa við kúnnan okkar, hvernig samsetning kúnna ætti að vera, hvernig starfsfólk við vildum hafa og hvað svona kríterja væri kringum það. Við byggum okkur til reglur hvernig við varum að meta starfsfólk upp á nýtt og þarna lendum við líka á alveg brilljant fólki sko, þessum ungu stelpum. Ein þeirra nú enn að vinna með okkur og löngu orðin hluta í fyrirtækinu, Selma Þorsteinsdóttir, sem nú Chief Creative Director, heitir það, þann vennar. Það ekki til einhvern veginn almennilegt orð það á íslensku. Nei. Og vaxi alveg gríðarlega. Þarna hún mjög ung, 22 ára held ég, frekar en 23 ára, þá byrjaði hjá okkur. Það að koma beint úr patentafrí eftir að hafa verið nemi hjá Íslensku auglýsingastofunni og það var eina starfsreynslan eftir námið. Já. Við man að við vorum að lánsa Porsche Cayenne fyrir bílappenna og það var hansi stórt. Bara, þetta er svona tíma á móta bíl þegar hann var að koma og við erum með mikið hafari, vorum með listasafn Reykjavík undir þetta og búin að gera 20 sína blað fyrir sem fylgdi mokkanum og mikla stóra sýningu í listasafninu og flott koktelboð og öllu efnaðasta fólki í Íslands boðið í veislu og nema það áður en að við vissum að við varum að lánsa Porsche Cayenne á þessum degi þá vorum við sikki búin að kaupa okkur sko golfferð til Flórida á sama tíma sem undirbúningur nætti að vera. Já. Í 2 vikur. Og Selma, 22-23 ára gömul, hún sat uppi með bara að halda utan þetta verkefni í 2 vikur. Já. Og við komum svo til landsins sko, við lögðum alla strategíuna og grunnvinnuna með henni. Svo bara förum við til Flórida, komum tilbaka
og þá það bara nokkrum dögum fyrir lánsið og þá bara svona þetta fínir sér að dóti í lokinu og, og og keyra allt í gang, sko. Já. Benni var nú ekki alveg að kaupa að þessi unga stelpa gæti þetta. Ég laug nú að honum að hún væri 27 ára, sko, til að þetta láta þetta líta aðeins betur út. En hún kláraði sig fullkomlega þessu og fór beint í djúpulaugina og þetta hefnaðist alveg gríðarlega vel. Já. 2 árum seinna gerðum við svipað í Perlunni, bara tókum alla Perluna undir svona Porsche-sýningu. Merktum Perluna Porsche, sést ennþá, maður skoða vel, sko, sést ennþá smá far eftir, þetta voru límdi stafir á klæðninguna, Já. sést ennþá smá far eftir Porsche-stafina. Eftir viðburðinn. Já, Já. á einum tangnum. Einmitt. En hvernig með svona viðburðir þið þá bara sjáum allt frá að til við? Á þessum tíma vorum við að því, já. Já. Er ekki rosalega svona dýrt að halda svona viðburð? Það kallar útsjónasemi. Já. Og þetta þóttu hinum stofunum einhvern veginn ekki töff að við vorum sjálfur að vasast í að halda utan svona viðburði. Því það voru, sko, það voru yfirleitt kvikmyndagera fyrirtæki sem voru líka í viðburða og hinum stofunar réðu svoleiðis fyrirtæki bara inn í svona verkefni. Já. Og rándýrt. En við náttúrulega ungir á uppleið og við vorum bara til í að lengja vinnudaginn. Láta þetta ganga upp, sko. Einmitt. Líka kannski skemmtilegt, spennandi, eitthvað svona öðruvísi. Já. Og vorum og erum þannig típur líka að við erum kannski ekki bara að elta peningin heldur og okkur finnst bara gaman að skapa, sko. Já. Og búa til eitthvað sem fólk tekur eftir. Já. Einmitt. Og þannig að við vorum, ég held að útsjónasemi sé svona það sem að er mikilvægast ef maður er í svona viðburðarstjórnun. Já. Finn út úr því hvernig get ég reddað þú veist, það þarf allt í einu ljós þarna og reik þarna og það þarf einhvern veginn svona sviðsmynd sem er svona og svo þarf allt í einu svið, svo þarf að setja hljóðkerfi og tengja það og ef maður kann þetta einhvern veginn allt og veit hvernig maður getur gert þetta og veit hvar maður fær efni viðin í þetta, hljótur að finna út úr því, hafa yngar ágjur ef þegar maður hringi 4 og fá nei, sko. Já. Alls konar svona dót og einhvern veginn nær maður þessu saman og nær maður ótrúlegustu hlutum á mjög stuttum tíma. Einmitt. Og þetta var bara einhvern veginn, við stóðum algjörlega út úr í þessum bransa fyrir að geta gert svona og fyrir það budget sem við gátum gert svona. Já. Einmitt. Ég get ímynda mér að hafi svona bara komið reynslunni því fleiri viðburði sem ég heldur. Já, og sérstaklega þegar við vorum að vinna svo líka á undan, sko, hjá Íslenska útvarpsfélaginu, það voru svo ofboðslega margir viðburði sem vorum að halda sem Bylgjan eða Stöð 2. Já. Og þannig að maður var orðin svolítið smurð vél í þessu. Það, þú veist, þessi viðburður í kringum landið sem bylgjulestin er, sko, þetta er engin smá viðburðir, maður er búin að gefa mörg tonna pulsum og ís og allar stærstu hljómsveitir landsins búin að spila á einhverjum pallettu sviðum sem maður hefur sett saman sjálfur og tekið saman sjálfur og Já, rosaleg vinna. Svo bara læri maður að vera hljóðmaður líka og bara gengi í öll. Já, svo læriði maður bara að vera kamerumaður og klippari og að því að það þurfti að vera content, sko. Einmitt. Þannig að það var raun ekkert sem að þið gátu ekki gert. Nei. Og svo náttúrulega bara því sem þetta stækkaði og bara var maður með sérhæfðara fólk og það var einmitt sem gerist þegar við byrjuðum upp á nýtt upp á 2001, svona 2002-2003 sem að þær voru að byrja þá fengum við bara dundur hönnuði þó það verið ungar, þá voru það bara góðar í þessu, sko. Já. Og komum við og voru líka óhrættar að láta okkur heyra það, sko. Já. Og þarna voru við eitthvað rúmlega 30 fyrir þeim voru við gamli kallar, sko. Þannig að þetta
þetta var gæfuspor að fara í gegnum þetta. Og eitt sem við gerðum þá sem að hefur hjálpað okkur mikið, sérstaklega síðar, að við bara tókum þá ákvörðun að reyna ekki við viðskiptavini sem væru með meira en 15% af veldun okkar í sem sagt auglýsingabudget. Já. Vegna þess að við vorum búin að átta okkur að í þessum tíma þegar þessir stóru kúnnar fóru á hausinn, og tíma þar og eftir er að við vorum með aðra stóra kúnna sem að voru þá dóminarandi. Að leiða og koma með viðskiptavin sem er yfir 15% af veldunni þinni, þá ertu svona hálfgerður launþega sambandi við kúnnan. Þú verður bara að samþykja það sem kúnnin segir. Og kúnnin fer eitthvað að vera með leiðindi og Já. heimta hitt og þetta, þú bara getur hitt gert. Nei, einmitt. Og þannig að hitt, ef þú segir nei, þá þarf að fara á skrifstofan eftir og segja upp tveimur. Já. Það er svolítið trikk í sambandi. Já, og ég bara fann að bara með reynslu að þetta var eitthvað stær í kringum 15% sem var svona sársökumörkin. Já. Ef þú mistir kúnna sem var undir 15%, þá ertu ekki að fara á skrifstofan og segja fólki. Nei. Ef þú mistir kúnna sem var yfir 15%, þá ertu að fara á skrifstofan og segja fólki. Já. Einmitt. Það er náttúrulega alvöru högg. Já. Og þessi ár, þarna, fram að 2008, þegar vorum að borga niður skuldinnar, þá sko ruku allir aðrir sko fram úr okkur. Já. En þegar að hruni kom, þá þurfti ekki að segja beinum einasta manni. Nei. Við að vísu svona, okkur grunaði hvað var að gerast, þannig að við svona við fækkuðum aðeins fólki vorið 2008. Já. Og kom hrunið haustið. Áttu nú vísu ekki vona svona miklu, en þá þurftum við ekki að gera neitt. Við vorum með lín fyrirtæki, við vorum skuldlaust fyrirtæki, því við vorum búin að eyða öllum árunum bara í að borga niður skuldir. Já, einmitt. Og það var engin svona eitt stór sem bara búm, og við þurftum að taka okkur högg. Já. Og við vorum að vinna nánast bara á þeim tíma fyrir fyrirtæki sem voru svona founders fyrirtæki sem var, og þeir breyttu og litlu. Þeir sem voru að vinna fyrir stærri fyrirtækin sem hafði blásið út í auglýsingabudgetum og voru svona í keppni hvort við annað hver var flottastur sko á ímarkáttíðinni. Já. Að þær stofur lentu allar bara meira átt af vandræðum. Já. Þannig að við svona vorum búin að vaksa bara jaft og þétt, kom engin svona meiri háttar vöxtur. Nei, búin að vinna ykkur í góða stöðu. Já. Já. Og þá svona áttaði mig á því eftir sko þetta hrun, þá áttaði mig á því að þegar það kemur svona krísa í samfélagið sem kemur alveg reglulega. Og þarna var ég að upplifa í mínu lífi þriðju svona krísuna vegna þess að 1987, 87 er skattlausa árið og þá var alveg brjálulæti í samfélaginu svona eins og 2007. Þá var Íslandsmet í bílasölu var sett 87. Já. Það er ekki búið að bæta það held ég ennþá. Og þá allir halda 2007 að vera í stærsta bílasölu árið. Og 88 verður hrun. En það var bara ekki svona hrun hjá almenningi að því að það var ekki eins skuldsettur, en það var rosa hrun í atvinnulífinu. Og svo kom hérna 2001 og svo 2008 og hann var búin að átta sig á ok, þetta er eitthvað munstur og ég lærði svona sem ungu maður að afi minn var rak veltir og Volvo-umboðið og stórt fyrirtæki og ég lærði svona einhvern veginn að hugsa hagkerfið eftir bílasölu. Þannig að ef það er sett met í bílasölu þá þýðir að næsta ári lala og árið þar og eftir er hrun. Þetta er svona yfirleitt trend. Svona toppar sig. Já. Já. Og sér það í bílasölu þegar áttu að toppa þig sko. Og sko maður lærði að fara eftir því
en einnig það sem ég lærði á því að fara í gegnum sko í auglýsingastofu rekstrinum, gegnum 2 svona grísur, var að þetta er svona eins og ef þú horft á Formúlu 1, þegar kemur rigning Já, og öryggisbíllinn kemur út, þá jafnast leikurinn sko, svo fer öryggisbíllinn aftur út af, þá er nýtt start. já, Sá sem er sko best uppsettur á þeim tíma, hann vinnur. Ekki sá sem að var með mesta forskoti áður en að rigningi kom. já, Þetta er einmitt það sem gerist í atvinnulífinu. Þegar það kemur krísa, þá jafnast leikurinn og þá hverju bregðast rétt við á því augnablik. einmitt. Það eru þeir sem að rjúka áfram á eftir. Ég hef búin að taka eftir því að við náðum miklum árangri eftir að hafa endurskipulagt okkur sko 2001 eftir að næstu ekki aldrei þetta. Svo gerist það aftur í rauninu. Við vorum öðruvísi uppsett fyrirtæki, áttum auðveldar með að takast á við þetta, vorum fljótari að bregðast við, vorum upp í RÚV, keyptum alveg bönns af sekúndum í október, nóvember á afslætti 2008. Seldum bara pakka út allt þar sem að auglýsingagerð og birtingar innifalið einn pakki, grafísk auglýsing, lestur, einfalt, jólaauglýsingar. Já, Meðan að allir aðrir sko pökkuðu í vörn, voru að leita stóra verkefnum til að redda sér og seldu við bara ógeðslega mikið að 200.000 króna verkefnum. já, Og cashflow okkar bara snar lagaðist sko, á meðan að hinir voru bara með ekkert cashflow að fara að segja fólki. Við vorum fljót að ná okkur einhvern veginn í gott rekstrarhorf, bara breyttum allir við fórum bara í value for money aftur og kunnum þann leik. Vorum með óskert teymi og þegar landi fór að liftast aftur, þá vorum við bara á betri stað á markaðanum heldur, áður en hrunið kom. já, Svona hefur við bara átt okkur á hvert einat skipti sem kemur ágjöf að vera góður að bregðast við og er þetta bara eins og að setja bílinn rétt upp í öryggislínu já, og einmitt. svo leggur maður af stað. Nýta sér tækifærið að það kemur. Já, þegar við vorum að byrja með samfélagsmiðladeild, þá voru hinir ennþá að segja fólki eftir hrunið sko. Já, og ennþá að jafna sig. Þá auglýstum við eftir fólki. Viltu hanga á Facebook í vinnunni? Það var líklega 2011. Þá ákvaðum við að búið til samfélagsmiðladeild fyrir 4. Já, Á meðan að allir voru búin að vera að segja fólki og voru bara með elsta starffólki sér í vinnu. Þá Já. vorum við að ráða 4 unga all og beint úr háskólanum sem að og skildu þennan nýja miðil sko. já, einmitt. Þá náðum við aftur sérstöðu. Já, og menn hefur nú voru bara að spila í vörn. Já, ég náðu að spila í vörn og bara elstu hönnuðirnir ennþá í vinnu Já, og ennþá verið að gera heilsíður sko. já, Og einmitt. það komið 2011. Einmitt. Heldur að einhver leitaði sér heppnir það sem að gerðist fyrir ykkur 2001? Kom einhver í þessa miklu skuld og þurfa Nei. að vinna upp úr því? Ég held að sé ekki heppni sko. Nei. En þegar við lært greinilega mjög mikið á Já, því. við lærðum að því sko, en það var ekki heppni. Við vorum bara útsjónasamir. Og það er eitthvað sem var bara í okkur sko. Já. Við erum svona, við köllum þetta oft sko að vera leirkallar. Þetta er svona, Geta aðlaða sig. já, þessir það eru til einhver svona teiknimynda, það er svona leir svona stop motion ég man ekki hvað heita. Þeir eru svona, þeir geta einhvern veginn leyst öll vandamál. Einmitt. En eru úr leir og þeir einhvern veginn kremjast og lagast og eitthvað. Og það er típunar sem að bara geta einhvern veginn leyst úr öllum vandræðum sem komu upp Já. og breyta sér bara. Já. Það er rosa mikilvægt þegar þú ert í svona startupi sko. Og svo að passa sig á hrokanum Mhm. þó þessu komin í velgengni að það er alltaf einhver nýr sem er að fara að koma með eitthvað nýtt. Já, Og þú verður bara aðlaðið, markaðurinn er alltaf að breytast. fljótt að breytast. Já, og þú tekur ekki þátt í
ef þú hlærið af þessum nýja, Já, þá bara býtu þá náttúrulega þegar hann er búinn að taka þér viðskiptavininn og hvort þú hlærið af mikið þá, sko. já, einmitt, einmitt. Já, en þessi ég myndir sko með 2001, þú veist, þegar ég segi heppna að vera að tala kannski, þú veist, svona besti skólinn, hvað lærðu hvað mest? Já, við lærðum allavega mjög mikið á því. Maður lærir rosa mikið á mótlæti. Já, Það er þá kemur í ljós hvernig maður sko. Og það er engin heppni. nei, Það er hugafar. já. En kannski heppin að lendi í áskorinni, takast á við hana. Já, ef maður í rekstri, sko. Ég og Gummi félagi minn sem er nú framkvæmdastjóri Pipar í dag, sko. Við erum með svona frasa okkar á milli. Hann heitir það er alltaf eitthvað. Já, Það er alltaf eitthvað. já. Það er aldrei engin áskorun. Nei, Leið og maður fæ góða fréttir, já, þá koma líka einhverjar aðrar fréttir. einmitt. Maður er kannski búinn að setja upp allt og rosa glaður maður og það verður aldrei verið eins gott, creativity aldrei eins gott, fullt af velunum, nýjir kúnnar að koma inn og maður bara, þetta er fullkomið. Þá kemur kannski ykkur lykilstarfsmaður með uppsnaðarbréf. Þú veist, Já. það er alltaf eitthvað. Já, býtu bara. Já, Já, einmitt. þannig að þú þarft alltaf að vera að bregðast við. Já, alltaf að vera að tala um. En Já. hvernig er svona eins og tala svolítið starfsfólk sem er náttúrulega bara gífulega mikið bara í öllu fyrirtækjarekstri, náttúrulega sérstaklega típu kannski af starfsfólki sem að þið hafa verið að ráða inn svona creative Já, fólk, hvernig hefur það tekist að ráða rétta talentið og halda þeim í vinnu svona í gegnum árin? sko við höfum gæfið til þess svona 2006 þá er komið mikið snúningur á samfélagið og þá verður til mjög mikil svona launaverðbólga. Já. Og þá fer þessi bransi allur á í svona einhverja hringekju, einhver býður í einhvern lykilstarfsmann á einni stofu og hann færir sig og þá vantar þeirri stofu einhvern og hann býður í einhvern og allt í einu er búið að hækka launin hjá öllum. Svo minnka businessin og þá eru fullt af fólki og allt á háum launum og þá eru reka það. Já. Og það er svo erfitt að því að þetta var kannski lykilfólkið. Einmitt. Þannig að ég var að pæla í þessu og þá voru til þættir hérna sem voru í sjónvarpinu sem heitu LA Law, gerast á lögfræðiskrifstofu og svona vinsælir þættir. Og þar tók ég eftir að sko allir voru að reyna að verða partners. Já. Og það var svona eitthvað þing og ég fór að kynna mér svona hvernig svona partnerasystem eru. Þannig að við buðum bara lykilsfólki hjá okkur að gerast partnerar og breyttum kompaníinu úr því að við vorum bara 2 sem áttum. Á þeim tíma voru vatnið 3, Hákon Jónsson félagi minn var þá með okkur og fjármálastjóri. Þannig að við buðum lykilfólki hlut í félaginu. Já. Svona partnership hlut og gerði það þannig á þeim tíma að fólk þurfti ekki að leggja út fyrir því heldur var arðurinn notað öll að greiða hlutaféð, þannig að það var engin kostnaður fyrir fólkið. Já. Svo komur lög seinna þannig að þetta var nú ekki leyfilegt en það var löglegt þá og þannig að ef það var arður þá fengum við sem áttum félagi fyrir arðin í 5 ár þannig að hlutaféð var uppgreitt og ef það væri ekki náður arður þá fekk fólki þetta frítt. Já. Og það var það sem við vildum bara gera, við vildum setja allir í sama bát. Já. Og í dag er félagið þannig að ég heldur sem 21 hlutafinni, nei við erum 18 hlutafar á Íslandi og svo eru með partnera í félagunum okkar erlendis líka. Já. En hvernig eru þið þá að meta svona lykilstarfsmenn sem eiga þá rétt á því að eiga hlut í félaginu? Hvað er svona kriterían þar? Það er sko, það gengur út á bara hvernig starfsmaður þú ert.
hvernig þú hugsar umhverfið þitt, hvaða áhrif hefur á fólki í kringum þig, uh, hvað ertu til í að leggja mikið á þig, Já, uh, svo veist, ertu típan sem að uh, uh, sko vinnur í sólarhring að því að pizza á morgun, já, eða ertu típan sem að stimplað út klukkan 5 og það er pizza á morgun og lætur aðra sitja uppi með að leysa það sko. já, uh, ert, ertu típa sem að kemur með viðskipti inn í fyrirtækið, eða ertu lykil persóna í því þegar að verða að búa til auglýsingar, já, í að snildin verði til, já, og, og, og þarna er bara núna eins og núna þessi 18 manns á Íslandi, þetta er svona kjarni sem að er bara eins og fjölskylda, já, þannig að þegar að gefur á þá erum við saman í þessu, þegar að það er blúsandi í samfélaginu þá er þetta fólk ekki að fara og tjekka hvort að fá aðeins hærri laun ykkur starfan stað, nei, einmitt. Það er kommittað í þetta. það kom mitt átt og við erum kommittu saman, Já, einmitt, það er svo miklu betra. já. En þú talar um að hvað 18 hluthafa núna, hvað eru það margir starfsmenn hjá okkur í heildinni eins og á Íslandi? Við erum held í tæplega 60 núna á Íslandi, svo erum við rúmlega 20 í Oslo, Já, við erum 3 í Kaupmannahöfn og ég heldur séum 6 í Helsinki og er verið að bæta við þar. já. Hvernig Þetta hefur er svona svona 90, milli 90 og 100 manns. já, 90 til 100 manns. Hvernig hefur svona markaðurinn verið að þróast síðustu ár? Hann þróast bara upp og niður sko, Já, en hann er þróast náttúrulega opbáslega mikið á internetið. Já. Og að vera sérhæfður á netinu, performance marketing og content creation og sko EPR, net PR, almannatengsla vinna, já, og líka bara búa til útlit fyrirtækis þar sem að netið er aðalatriði sko, ekki nafnspjald og brefsefni, einmitt. hugsa einhvern veginn fyrirtæki út frá netpressisinum sko, út frá e-commerce og SEO og hlutum. Þetta er orðið svona síðustu ár fyrirferða mesta og við höfum ekki stækka bara organíst, Nei. við höfum farið í marga sameiningar á leiðinni og til dæmis 2009 þá sameinist við stofu sem að hét TBFA Reykjavík, þá verðum við að TBFA stofu Já, og síðan 2014 þá var það Fíton sem að var mjög stór stofa sem að við sameinist við og þá erum við orðin 80 okkar manns og þá tók við tímabil þar sem að við þurftum að vera vækka fólki reglulega því að það var bara of stór biti. já, Þá gerðum við mistök að fækka í áfengum í staðinn fyrir að ráðast bara á verkefnið. bara strax. Já. Og heldum við að væri eitthvað gáfulegt að vera ekki að segja það mörgum upp að það kemi í fjölmiðlum hópuppsögn. Já, En byggum í staðinn til mikið óörygginar fyrirtækis að því vorum alltaf að segja fólki. já, Þannig að maður lærir af því. Síðan 2016 þá sameinustu við fyrirtæki sem heitir The Engine, eða héti The Engine. já, Nýla núna búin að endurmarka það fyrirtæki, heitir Cedar og þar eru við með skrifstofu í Reykjavík, Kaupmannahöfn, Helsingi, Budapest, Oslo. Þannig að það gengur mjög vel sá hluti. Þannig að og svo fórum við í kaup í Noregi, byrjuðum að byggja upp TBFA stofu í Oslo, svo kaupum við eina litla stofu og svo keyptum við fyrir 1,5 ári
eina þekktustu hönnunustofum Norðurlanda sem heitir Scandinavian Design Group Já, og eru þá með bjóða upp allt öðruvísi vöru fyrir identity hönnun heldur en hefur verið fyrir á Íslandi og íslensk fyrirtæki hafa mikið verið að færa erlendis í svona vinnu já, og láta svo auglýsingastofunar á Íslandi taka við brandmanual og vinna samskiptin sko, eða communication út frá því auglýsingar og svoleiðis en við erum að síðan að opna slíka stofu líka núna í Helsinki þannig að þetta er ekki allt saman organískt sko nei, og maður læri líka ofslega mikið á þessu að vera að þurfa að taka tvær mismunandi menningar skeita þeim saman og hérna búið til eitt lið já, og við áttum til að með slæmt tímabil inni með 2019 þá vorum við erfiðleikum 2018 eða 19 og þá buðum við starfsfólkinu upp á bara 2 möguleika við þyrftum að lækka launakostnað og nýlega búin að missa 2 þokkalega stóra kúnna og það var samdráttur í samfélaginu við vorum talsveit skuldsett fyrirtæki á þessum tíma Já. og í staðinn fyrir að fara bara beint í uppsagnir og það var svona cirka 10 mann sem þyrftum að fækka það var sambarlegt og kannski 15% launalækkun Já. þannig að við buðum bara upp á hvort vil fólki fara í og starfsfólki vildi frekar við tækjum öll á okkur launalækkun Já. í ákveði langan tíma heldur en að við færum í uppsögn þannig að við náðum að klára vandamálið leysa það til lengri tíma Já. héldum allir spekinu inni það er fyrir spekileiki sem verður þú stvístar á tímum og segir upp fólki og einstaklinga verða líka sjokkeraðir og býða eftir að næstu verið sagt upp og óryggi og missur besta fólki fyrst sko. einmitt, Það kláruðum við þetta þéttuðum hópinn og við komum miklu sterkar út úr þessu, náðum að snúa rekstra vandanum við já, og þegar við vorum búin að taka til í fyrirtækinu, hvað gerist þá? Alveg eins og þau voru nýbúin að borga skuldirnar okkar sem að urðu til 2001. þá kreppir að aftur, Þá byrja COVID. Já. Þannig að við komum aftur, lendum við í því að vera með nýtiltekið fyrirtæki, já, skuldlaust, beint inn í COVID. einmitt og þá væntanlega hafi geta verið í góðri só. Já. Já. Þannig að við komum mjög sterk út úr því tímabili. Já, einmitt. Þá komum við ekki spillin út og við komum út hérna með enn meiri markastöðdeldur og vorum með áður. En núna eru þið með, hvað eru með rekstur í 4 löndum, það er Ísland, Noregur, Finnland og Danmörk. Já, og svo Búdapesten. Svo Búdapest líka. Þar eru við með 2 starfmenn, já. Þú ert aðalega, þú ert sem sagt búsettur í Noregi. Já. Og ert aðalega þá einbeitaðir að rekstunum og verkefnum sem eru að vinna þar. Já, í Noregi og svo er ég í talsverðum tengslum við bæði Kaupmannahöfn og Helsinki og þar svolítið að ferðast á milli þessara landa. Já. Þannig að ég er svona í þessari Norðurlanda uppbyggingu og með hana að reksturinn á Íslandi miklu stabiliseraðari og þar er ég sko eiginlega bara í hlutverki þess að vera í samskiptu við þá kúnna sem ég ber ábyrgð á. Já. Og er á Íslandi eina viki í mánuð út af því. Og ein af svona betri ákvörðunum sem ég hef gert að því maður þarf alltaf að ég held að sé líka að vera frumkvöðull. Það er líka sko getur verið aftarandi fyrir fyrirtæki. Því frumkvöðullin hann kannski hendar ekki fyrir öll skeið fyrirtækinis. Það er mjög sjaldgæft. En egoið einhvern veginn gerði það verkum að frumkvöðullin vill vera aðal stjórinn allan tíman. Já. Og þá er hann oft fyrir mjög lengi sko. Þangað til einhver bara kaupi fyrirtæki út og þá loksins breytist þetta. Já. Eða kaupi fyrirtækið.
Þannig að það var þarna held ég 2017 held ég 2016, 17 2017 eða hvort það var 2018 eitthvað ára þeim tímabili þá vorum við svona búin að leysa úr þeim svona helsta vanda sem að varð til við sameiningu Pipar og Fíton sem var erfið og stór sameining Já. og uppsagnir og vandræði sem komu á eftir og fjárhagserfiðleikar og þá þurfti mikla útsjóna sem við að halda fyrirtækjunum lifandi mikið álag og þá fengum við hjónin, ég og Silja kona mín fengum jólakort frá svona eldra fólki frá Ísafirði sem er allavega eldra fólki í dag og svona yngra þá og þau hefðu keypt jólakorti sín hjá Oddfellow og svona falleg mynd á annarri hliðinni eins og jólakort eru og svo texti hinum megin og það var svona oddaflug svona álftir í oddaflugi á bláum himni og ég sník kortinu við og sé frá hvað mér er les og svona texta sem var undir sem var lýsing á myndinni og þar segir oddaflug og lýst hvað oddaflug er og að álftirnar þær skiptast á að fljúga fremstar Já. vegna þess ef að ein álftin reynir að fljúga of lengi fremst og deyja þar allar ég hugsaði bara hvernig kom ég haust á mér að lesta ég er líklega bara búin að fljúga of lengi fremstur ég er bara þreyttur að ég er farin að gera mistök ég er farin að vera flöskuháls í alls konar hlutum bara því að ég klári ekki eitthvað þannig að ég tala við Gumma sem að þá var svona minn næstráðandi á þeim tíma segja honum þessa tilfinningu sem ég var með og hann segir já, ég er tilbúinn og við ræddum það ekkert mikið meira Nei. og tókum bara ákvörðun tímasetningu þar sem hann tæki við og ég myndi tilkynna það að ég var í hætta sem framkvæmdastjóri og ætlaði að finna við nýtt hlutverkin í fyrirtækinu og verði starfandi stjórnarformaður Já. og hann tæki við sem framkvæmdastjóri og við tók svona tímabil sem að hann var að læra sitt nýja hlutverk og ég að læra mitt nýja hlutverk og við að finna út úr því hvar við stigum ekki of mikið á hvern annan og þetta er svona með betri og gáfulegri ákvarðanir sem maður hefur tekið Já. og ég held að allir sem að stofna fyrirtæki og byggja þau upp þurfa einhverju tímapunkti að taka þessa ákvarðun hvenær er ég ekki lengur rétti aðilinn til að vera framkvæmdastjóri Einmitt. hann fór ég að ferðlavæða fyrirtækið sem að ég hafði ekki gert og var ekki góður í Nei. því ég er hugmyndakall, markaskall og reddari Já. það eru svona mín element en fyrirtæki var bara orðið allt og stórt til þess að hugmynda markas reddari væri að reka fyrirtækið Það væri bílstjórn ennþá já Já. og og ég held að og árangurinn sem við höfum verið með undanfarin ár þar sem að við höfum verið mjög góðar árangur bæði kreatíflega séð og rekstrarlega séð Já. og við höfum búin að stækka mikið og við höfum ekki fjármagnað það með hlutafé eða lánsfé og ég held að það sé mjög mikið því að þakka að við gerðum þetta á þessum tímapunkti Einmitt. Hvernig var þetta tímabil svona fyrir þig? Sko, ég var á þessum tíma líka mjög þreyttur. Ég var svona bara við það að fá burnout á þessum tíma. Já. Þannig að fyrir mig var þetta svona tími þar sem að ég var fyrstalega að leysa úr því. Ég fór til dæmis að róa í vinnuna á kajak. Ég bý í Grávei og stofan er niður í bæ. Þannig ég réri alltaf á milli. Bjóð þetta til þessi skil á milli vinnunar og heimilisins en í leiðinni var hreyfing og útivera Einmitt, ferskt loft Já, og ég vann mig upp úr þessu með alls konar svona aðferðum og breytti lífstílum aðeins og var búin að færa ábyrgð þannig að svo
fjárfestum við í Ghostlamp sem var lítið áhrifavalda fyrirtæki á þessum tíma og ég hellti mér út í það að byggja það upp. Já. Þannig ég fór svona að vera þessi markaðsreddara týpa sko. Já. Og fór að vinna á hugmyndadeildinni og byggum til nýja deild þar sem var svona sem var kölluð D-Life, sem var Disruption Life, sem var koncept sem kom frá TPFA, þar sem við vorum að spegla samfélagið á samfélagsmiðlum kunnan okkar. Þannig að við hittumst nokkur hverjum einasta mótni til að pæli hvað var að gerast í heiminum. Já. Hvort að einhver vinkill á því væri eðlilegt að viðkomandi fyrirtæki var að tala um. Já. Þannig að við vorum að svona búa til organic leiðir til að hérna stækka samfélagsmiðlaprófíla með kunnan okkar. Já. Og með content framleiðslu sem var með nýjum hætti, þannig að hugmyndin fæðist morguninn, content framleitt og það postað eftir hádegi. Já. Staðan fyrir að vera framleiða content fram í tíman sem kannski útlitslega miklu betur gert en ekki kannski ekki við. Já, ekki viðeigandi endilega þann daginn sko. Og fór að gera alls konar svoleiðisluti og færði mig svona á milli í fyrirtækinu, fundum svona staði þar sem að þurfti kannski að ná aðeins upp meiri hópeiningu eða stemningu. Já. Og þá færði ég mig og byrjaði að sitja þar. Já. Og þannig að ég fór svona að finna mig í alls konar sko. Já. Endur uppvita mig. Einmitt. Og hérna það hefnaðist bara okkarlega vel og síðan kemur þetta tækifæri í Noregi og þá ég svona orkulega tilbúinn. Já. Og fer til Noregs og flyt bara þangað. Fyrst ætlaði ég að stýra því í gegnum fjarfundi. Já. Og kom fljótt að því það bara virkaði ekki. Nei. Þannig að þá þurftu bara að taka ákvörðun. Gummi sagði við mig til hann, við verðum bara annarkot að loka þessu eða þú bara flytur til Noregs. Já. Þannig að ég fór heim og sagði konu minni að ég var að flytja til Noregs. Því hún býr ennþá á Íslandi. Þannig að við búum núna í sikuru landinu. Já. Hvenær var þetta? Þetta var sko fyrst byrjuðum við að vesenast við þessa hugmynd og það var hérna 2020 og svo bara sko skellu COVID-ið á, þannig að við náðum að fresta því einhverja mánuði, svo haustið þá svona fer ég aftur út og var að gera einhverja smá samninga og eitthvað, við fáum leyfi fyrir TPFA fyrir Noreg og svo bara býðum við með þetta svona, förum ekkert alvöru í þetta fyrir en að COVID-ið bara eiginlega kveðja. Já. Þannig að þetta eru 3,5 ár síðan. Já. Og hvernig þið svona meta tækifæri þarna úti versus eins og til dæmis á Íslandi? Sko, þetta eru miklu stærri tækifæri og þarna maður að læra að sprikla á markaði þar sem þú varst ekki með neinum í Vestló, sko. Já, þekkir engan. Þekkir engan. Þú verður bara að selja því að fólk trúir á þig og það þarf að gera það bara því að ég hitti þið einsinni. Já. Búa til teymi og búa til einingu og ná fólki saman í eitt lið. Það ekki auðvelt. Þó þetta sé bara 20 manna fyrirtæki, þá alveg nákvæmlega sem lögmál og þegar þú skeytir saman eins og við keyptum þessa hönnunarstofu og skeyttum henni við auglýsingastofuna sem við vorum búin að byggja upp litla í, þá var þetta svo cirka 50-50 og voru aðeins fleiri, við fækkuðum aðeins við þessa sameiningu og svo sko klassar menningin og þá þarf einhvern veginn að vinna úr því og það tekur bara, ég búin að læra það tekur 3 ár. Já. Það tekur 3 ár að breyta menningu. En þú getur bara tekið réttu skrefin og þá tekur það 3 ár. Einmitt. Ef þú tekur öngskref þá bara gerist aldrei. Já. Og í sameiningum, ég held að sé 80% allar sameininga missamnast. Já. Og það snýst allt menningu. Já. Það halda flestir sem í svona að gera sameiningar, þetta snúast Excel-skjalið. Excel-skjalið bara svona einhver umgjörðum hvernig hægt að gera þetta sko krónur og aurulega séð. Já. En þetta snýst alltaf sálfræði. Einmitt.
getur búið til lið eða getur ekki búið til lið. Já, það alltaf fólki sem í þessu. Já, sérstaklega í svona bransa sem þú ert ekki með fólkið. Nei. Getur vel að þú getur sameinað í Excel einhverjar 2 verksmiðjur. Já. En við erum bara ekki í því. Ekki auglýsingastofur. Ekki hugvitsfyrirtæki, nei. Nei, einmitt. En svona búin að vera í þessum rekstri núna, búin að vera með auglýsingastofu í yfir 30 ár. Hvað myndirðu segja sé svona lykilatriði til að ná árangri í þessum rekstri? Ætli sé ekki útsjóna sem við. Og auðmýkt. Já. Hroki fellir alltaf alla í þessum bransa. Já. Og átta sig á því að þetta er síbreytilegur heimur, en að þú verður bara að hafa auðmýkt fyrir því að sko, það sem þú gerir í gær, að þú verður ekki dæmdur af því á morgun, sko, dæmdur á morgun eins og gerir þá, sko. Já. Sigræðinir, þeir eru upp á vegg, en þeir eru bara upp á vegg. Já. Þannig að það verður bara allt, þetta er bara eins og í íþróttum. Maður er ekki besta leið á Íslandi af því að maður vann titilinn einhvern tímann í fyrntinni. Maður er besta leið í Íslandi af því að maður vann titilinn í ár. Já, einmitt. Þannig að og sko treysta ungu fólki. Já. Gefa þér tækifæri. Já. Það er bara setja ungt fólk bara í djúpulaugina og treysta því. Svo kemur bara ljós hvað getur. Já. Þú getur ekki ætlast til þess að ungt fólk nái árangri ef að þú ert bara alltaf að láta þau sko sækja kaffi og aðstoða þau sko. Og það kemur aldrei ekkert nýtt ef þú gerir ekki dýnamíkina góða, hafa kynja hlutvillin og aldursdreifinguna sko í lagi. Ef þú bara með eldra fólk og kynjahalla, þá færðu óbúslega einhæft út úr því. Já. Og nærðingum árangri. Þannig að það er svona fullt af svona hlutum sko og skilja sín eigin takmörk sko. Já, ekki að sjálfa sig. Já. Ég hef oft ofmetið sjálf á mig og ég hef aldrei grætt á því. Nei, einmitt. Er eitthvað svona eftir að þú stígur tilbaka sem framkvæmdastjóri, eitthvað svona nýja venjur eða eitthvað svona sem þú byrjar að temja sjálfur eða kannski byrjar að fókusa meira á heilsuna eða eitthvað svoleiðis? Nei, ég hef alltaf fókusað svolítið á heilsuna og verið svolítið vakandi fyrir því, en ég hafa komið tímabil þar sem að álag hefur bara verið þannig að heilsan hefur þurft að borga aðeins fyrir það. Já. En sko það sem kannski hefur verið svona best er að á þessum tíma þá áttaði mig á því að ég sat oft svolítið einn með ábyrgðina þó að fólk væri til í að taka hana með mér sko. Já. Ég lærði að deila ábyrgðinni miklu betur sko og núna er það eiginlega þannig að það er meira sér að í flestu fullum einhver annar sem ákveður að deila ábyrgð með mér sko, frekar en að ég sé ákveða að deila ábyrgð með öðrum og þannig að og sem sko svo þegar ég fór að endurskapa sjálfa mig sko þá kem ég út úr því líka sem aðeins öðruvísi stjórnandi. Þegar ég var þreytti stjórnandinn þá var ég svona oft pirraður stjórnandi. Já. Og ég var kannski pirraður út í fólk að vera ekki að fylgja mér. Það er eina örugga leiðin til að fólk fylgi þér ekki sko. Já, einmitt. Þannig að Ídegin bara í burtu frekar. Já. Þannig að svona maður sko maður er einhvern veginn átt að segja á því að maður á bara ef að fólk er ekki að fylgja manni þá er það ekki því að kenna, þá er það manni sjálfum að kenna. Já, einmitt. Þannig að svona og með því að vera með aðeins meiri fjarlægð og aðeins meiri yfirsýn
þá sér maður aðeins betur sko. Það er eins og munur á að vera afi eða að vera pabbi. Já, Maður, að vera afi þá er maður aðeins svona yfirvegaðri og málin er ekki eins svakaleg eins og maður er pabbi. einmitt, einmitt. Þannig að, og Komið ég er smá einmitt afi fjarlægð. í dag, Já, þannig að ég svona horfi aðeins öðruvísi á hlutina Já. og hef aðeins meiri yfirsýn. einmitt. Stígu kannski aðeins frá þá og horfir á það meira utan. Já, og gef frekar ráð sko heldur en að vaða í að gera og breyta. Já, einmitt, einmitt. Og svo sko verður maður að setja sig við það ef maður stígur frá sem framkvæmdastjóri, sá sem tekur við, hann gerir kannski ekki allt í þínum anda. Nei, það er mjög ólíklegt. Já, þannig að maður verður líka einhvern veginn að læra að sætta sig við það að mín leið er ekkit eina leiðin Nei, einmitt, einmitt. og svo bara verður maður að þó maður sé kannski ekki alltaf sammála, þá verður maður að supporta það sem er búið að ákveða. Já, Svo kemur kannski bara í ljós að það var bara rétt ákvörðun. einmitt. Eða ekki. Já. Og þá er að versta sem maður gerir að segja ég sagði það, ég vissi það. Bara supporta maður breytinguna. Einmitt. Svo bara læra allir aðalar að því. Já. Já. Þetta er samvinnu verkefni, já. Og það er kannski eitt að þú varst að spyrja hvað er svona lykilatriði. Gerdagurinn er búinn. Já. Það eru mistök eða röng ákvörðun tekin eða hvernig sem þú kemst í drulluna sem þú ert í. Að eigða sem fæstum sekúndum í að dvelja við það að eitthvað hefði átt að vera gert öðru í þess að þá værum við ekki hér. Já. Að eigða allir orkunni í að hugsa hvernig ætlum við að komast hérðan. Þar skilur ofboðslega hratt á milli. Já. Hverjum þetta er að kenna skiptir engu máli. Nei. Það breytir engu upp á hvernig þú kemst hérðan. Já. Einmitt. En aftur á móti þegar þú ert búin að því þá getur þú að fara það spöglir í var eitthvað að ferlunum. Já, já. Finna lausnina fyrst. Já, alltaf byrja á því. Byrja á eins og báttum áður fyrir að rífast hver glemdist þetta neglunni. Einmitt, einmitt. Hvað er talandi hana sem að gerist 2001, myndur þú segja að það væri kannski svona stæðsta áskorun sem að þú hefur farið í gegnum á ferlinum? Ertu kannski með eitthvað svona annað? Eitthvað aðra áskorun á leiðinu? Já, það eru margar stórar áskoranir sko. Að sameina Pepar og Fítón var mjög stór áskorun. Já. Og þá lærði maður svo mikið á þessar menningamun sko. Og hvernig maður fékk fólk til að verða saman að einu liði ásamt í að vera að tapa mikið af peningum mjög rætt á sama tíma. Já. Ásamt í að vera að segja fólki mjög reglulega og gera það og gera mistök í því. Þannig að þetta er bara mismunandi áskoranir. Það var miklu einfaldar þetta 2001 sko. Já. Þegar við sögðum upp öllum starfsmönnunum þá voru það 5, kannski 6 Já. manns. Einmitt. Það var ekkert meira. En 2014 til 2017 þá erum við bara að tapa mjög mikið af peningum og við erum með fyrst 88 starfsmenn og komið niður undir 55 starfsmenn á þessum tímabili. Þetta er og það er engin það er engin sjóður neins staðar. Nei. Þannig að láta þetta sko gangu upp fjárhagslega og fá fólki til að vinna saman og ná upp gleði á sama tíma að segja fólki og gera sjálfur fullt af mistökum á leiðinni og það er nú líklega stærsti skóli sem að ég farið í gegnum sá tími sko. Já. Þá er nokkru hluti sem að læri þar eins og að viðurkenna mistök sko. Það er svaka power í því. Fólk treystir þeim sem viðurkenna mistökin sín. Já. Það er ekki að reyna að láta lít út fyrir að ranga ákvörðin hafi verið rétt. Heldur
segja bara að ég gerði mistök. einmitt. Það er rosa power, sko, og það komið aftur að þessum þessari auðmýkt og, og beðast afsökunar og fljótur að því. Beð alltaf strax afsökunar ef að, ef að, ef að einhvern mislíka það sem þú varst að gera. Af því að í svona aðstæðum, það sem að eru erfiðleikar í fyrirtæki og þú ert að sameina menningar og fólk horfa allir alltaf bara hvað mig. Já, Upplýsingaflæði er kannski ekki alveg rétt eða einhverju fengu ekki upplýsingarnar eins og þau vildu fá þær eða lentu og sitja við borðið við einhvern sem að þau vildi ekki sitja með eða snéru allt í einu þannig að einhver gat séð á skjáin þeirra þú veist, alls konar atriði sem að í stóru myndinni er eiginlega ekki neitt, sko, nei, en í þeirra eigin heimi er rosa mikið og þá er allir tens en þú þarft í rauninni að segja einn rangan hlut þá er það eina sem fólk tekur eftir og ef þú áttar þig á því og biðst afsökunar þá ertu búin að leysa svo opaslega mörg mál. já, Það er líka eitt sem að ég kannski get sagt. einmitt, einmitt. Og líka að viðurkenna að maður sé sjálfur mannlegur, Já. ekki fullkominn, Já, getur gert mistök eins og aðrir. já. Já. Og maður er bara, þannig að fólk fá á tilfinningunni hann er að reyna sitt besta. Já, Eða fara á tilfinningu og sért að reyna þess besta þá gefur það þér meiri slaka. Eða fara á tilfinningunni að þú sért ekki að hugsa um það heldur bara þig þá ferðu miklu minni slaka. þú er búin að setja þér svolítið vonda stöðu. Já, Einmitt. En hvað svona myndur þú kannski ráðleggja þeim sem eru að hlusta á hana þátt núna og langar að fara í fyrirtækjarekstur eða gera eitthvað sjálf? Hvað er þetta að byrja? sko þannig að við erum öll svo mismunandi. Í mínu tilfelli þá verð ég að vera að vinna við eitthvað sem ég brenn fyrir og í auglýsingageranum þá er maður einhvern veginn að hafa áhrif á mannlega hegðun. Já. Við erum að nota alls konar tricks, ég fá þig til að skipta um skoðun eða breyta því sem hún gerir. Hjóla nýja leið í vinnuna eða byrja að hjóla ef þú er aldrei hjólað eða hætta að reykja eða kaupa þessa vöru í staðinn fyrir þessa vöru fara á þennan veitingastað sem ef þú ert alltaf búin að fara á hana hvað sem við erum að fá þau til að breyta og við sjáum bara Já. við búum til eitthvað sem að hefur einhver hughrif hjá þér sem veldur því að þú breytir rútínu eða skoðun Mhm. og þetta hef ég áhuga á og ég brenn fyrir þetta og þannig ég myndi segja ef að þú ætlar að fóra til rekstur þá er að fara í eitthvað sem þú er áhuga á. Já. Ef þú er ekki áhuga á því og ert bara búin að reikna út að Excel-skjalið getur gert þig ríkan þá verður þú pottitt aldrei ríkur. Ég hef trú á því að númer 1 að hafa áhuga á því, númer 2 að leggja sig allan í það. Peningarnir eru síðan afleiðing. Já. Og ég er eitthvað sögu að tveimur sem voru að opna verslunarsuppbúðum tíma. Annar hugsaði alla leiðirnar alveg fullkomlega hvernig fólk ætti að labba í gegnum búðina og var með rétta kassakerfi og búin að koma því fyrir og búin að hugsa verðstruktúrin og hugsa allt út frá því hvernig hann ætlaði að ná peningum af þeim sem kemur inn í búðina. Já. Og annar sem var að setja búða á sama tíma hugsaði alla uppsetninguna í einhverju svona konsepti hvernig hann vildi setja upp búðina, hvernig hughrif hann vildi hafa hjá fólkinu sem kemur inn í búðina og búðin væri bara einhvern veginn hans listaverk. Hann gleymdi að kaupa búðakassa. Hm. Og hvor búðin heldur að hafi gengið betur? Það er væntanlega seinni. Já. Já. Og það er sko peningar eru afleiðingin af því sem Já. þú gerir. Einmitt. Ef þau eru ástæðan þá eru til fyrirtæki sem eru svoleiðis. Já. Og ef fólk er að hugsa það þá bara þarf að velja sér þannig fyrirtæki sem að gangi ekki út frá eitthvað passion, eins og auglýsingabransinn gengur út á passion, veitingageri gengur út á passion, ferðabransinn gengur út á passion, en þá verður að vera í einhverju svona
svona logistik fyrirtæki Já, eða svona kalluðu DDD, Dirty Dull and Dangerous, já, eins og albikunar fyrirtæki já, eða einmitt. leka flutningaskip þar sem að þetta snýst bara logistik, sko. Já, Og jafnvel þá það erfitt ef þú ert bara að hugsa út peningum, því að það þarf alltaf að vera eitthvað auka dræf. einmitt. Skapa verðmæti einhvern veginn öðruvísi heldur en að bara ef að peningun Já. aðal drifkrafturinn, þá ertu fljótur að hætta því að þú ert eftir að tapa svo mikið af því og græða svo mikið af því líka. Já, ég held að Sama sé tíma. bara einn iðnaður í heimi þar sem peningur eini drifkrafturinn og það bankagerinn. Já. Þannig að það verður bara að vera þar. Á Wall Street. Já. Einmitt. Einn svona spurning í lokin. Hvar sérðu sjálfað eftir 10 ár? Eftir 10 ár? Já. Þá ég að verða 67 ára. Helgi Gói búinn að vera kunni á mér mjög lengi og enn. Hann sagði eitthvað hjá mig þegar ég var 30 eitthvað. Það sem Valli, mundu bara eitt. Aldrei selja fyrirtæki og aldrei hægt að vinna. Ég alveg, akkur gengur þetta ekki út á það? Nei. Allir vinir mínir sem hafa selt fyrirtæki og hægt að vinna, þeir drepast bara. Já. Þannig að þegar ég verð 67 ára, eftir 10 ár, eða svona rúmlega 10 ár, ég verð 57 núna eftir nokkra mánuði, að þá sé ég fyrir mér, ég verði ennþá eitthvað viðloðin það sem ég að gera í dag. Finna út úr því hvernig ég get vaxið og lært nýtt og lært það sem verður að nýjast á markanum þá verða samfélagsmiðlar, þá situr einhver í viðtali á einhverjum eins og þér, verða að tala þegar þeir byrjuðu og voru svona samfélagsmiðla auglýsingastofa, eins og því ég talaði útvarp á þann. Já. Og þá eitthvað allt annað sem að verður það sem að ég ætla að vera búin að læra þá. Einmitt. Og ég átti einn afa sem var svoleiðis tippa, sko. Þegar að internetið var nýtt og ég var á þeim aldrei að ég átt að kenna afa mínum á internetið. Og tók hann mig inn í herbyggju og sagði, ég með eitt svolítið nýtt sem hann kann sína þér. Og fór hann og tengdi tölvuna sína við eitthvað tæki og þá gat maður skoðað einhverjar svona upplýsingar í heimi. Já. Ég man að ég sló inn leitar á Pamela Anderson og sjá myndar af Pamela Anderson sem þá var heitasta módel heimsins. Og þá var afi minn búinn að vera að pæli því að nú að koma tímabil þar sem að upplýsingar verða alveg gríðarleg söluvara. Já. Ég sá ekki fyrir mér hvernig þetta internet ætti að gera orðin eitt business, að það var allt ókeypis þarna. Já. Þannig að þegar ég verð 67 og vil ég vera svona típun svo afi minn sem að þarna kynnti mig fyrir internetinu. Já. Ég vil taka okkar barna og segja, ég að pæla þetta í einu nýju. Ég held að þetta verði það sem að heimurinn minn snúast á næstunni. Einmitt. Þannig að ég sé verði svolítið þar. Heldur þú að vera ennþá út í Noregi? Nei. Komið tilbaka? Já, og það var alltaf stefnan. Já, setja þetta bara upp og koma svo tilbaka til Íslands. Já, ég börn og barnabörn og konu og hunda og ég ætlaði upprunalega að fara bara í 2 ár, bara með hann að koma þessu sko á þannig stað að ég þyrfti ekki að vera þarna svona mikið. Það núna orðið 3,5. Já. Og ég enn að sjá fyrir mér hvort ég geti farið að vera þarna kannski 2 vikur í mánuði setna þessu ári, staðið fyrir 3 ár og við erum að setja upp þannig kerfi og dreifa ábyrgð. Þannig nú sko fer það fyrirtæki að komast á þann stað að ég aftur ekki rétti maðurinn. Já. Og ég að breyta hlutverki mínu þar líka núna, en ég svona meira að vinna í creative processum og svoleiðis. Og þá komið tími bara á nýtt verkefni fyrir mig þegar það komið. Ég verður örugglega viðloðin Noreg og þarf að vera þar eitthvað, en það verður ekki búsetustaður nummer 1, sko. Það verður kannski búsetustaður nummer 2 eða 3. Já, einmitt. Þau er búin að koma einhverjum fremst í Oddaflið fyrir þið. Já. Og þá ætla ég að finna einhvern nýjan altahóp. Já. Fljúga fyrst aðeins aftar í þessum hóp. Já. Og svo fer ég nýjan altahóp og fer fremst í hann. Já. Og það verður líklega bara eitthvað nýtt verkefni innan okkar samstöpu. Einmitt.
þetta svona sem að allavega mig dreymir að gera. Svo, hvað gerist? Það kemur bara í ljós. Já, bara taka eitt að einu. Nei, ég horfi nú eitthvað meira fram með tíma en það, sko. Já. Það nei, þetta er ekki alveg þannig að ég bara vakna á mótnana hvað ætla ég að gera í dag. Nei, ég er núna að horfa svona 6 mánuði fram með tíman í þessu. Já, það er nú aðeins betra. Og svo er ég líka með einhverja, kannski 2-3 ára plön og sum plön get ég kannski ekki sagt endilega í podcasti. Nei, eitthvað annað svona sem þú vilt þá bæta við lokin? Já, sko, maður bara næra sjálfan sig, sko. Já. Maður næra sjálfan sig með verkefnum og með líka réttum mataræði og það er kannski líka það sem maður þarf að hugsa sko. Það er alveg sama hvað þú ert duglegur. Þú hugsar ekki svefnin og mataræðið og hreyfinguna þína. Getur þetta aldrei. Hrynur þetta allt bara. Já, þá bara ertu ekki lengur bara með það sem þú þarft í að klára verkefnið. Já. Og stundum hefur maður lent í því að það er svo mikið að gera, maður er ekki tími að sjá sjálfa sig. Og maður verður bara að geta síðan sjálfa sig. Sko. Ef maður klárar það ekki, þá getur maður aldrei klára verkefnið. Þá er betra að geta ekki klára allt sem maður hefði geta klárað í dag. Ef það afleiðingin, þú getur ekki klárað rétt á morgun. Sko. Já, fórgangsraða rétt. Já, og ekki gleyma sjálfu þér. Já, ég las einhver staðar að þú fyrsta sem við gerði á mótnana var að fara í kalda sturtu. Já. Búin að gera það í mörg ár. Já, mörg ár, já. Byrja daginn á að gera eitthvað sem þú vilt ekki gera. Já. Og allt eftir það að vera létt. Já. Léttara. Allavega, já. Það er allavega, maður fer sko, það er ákvörðun að skrúa frá kalda, sko. Já. Það er ekki þægindi í því. Nei. Og þegar maður kemur svo úr þeirri köldu sturtu, þá maður eitthvað nefnir bara tilbúin í svo margt. Og maður alveg bara eyðilegu fyrir sér að vera latur þann dag. Já, það er ekkit eins gott að vakna og byrja að fara í köldustustun og ég gera þetta líka helgar. Já, alla dag. Já. Líka þegar ég á flug klukkan 7 eitthvað á mótnana og er að fara á fætur 5-leytið. Já. Þannig að það er bara alltaf. Geggjað, það voru bara góður. Takk æðislega fyrir að gefa þér tíma og koma í þáttinn til mín og það voru gott spjall. Já, takk sömuleiðis. Þetta er áhugaverður þáttur. Takk fyrir. Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki á næstu þáttum og farðu inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á póstlistan hjá okkur. Við sendum þér tilkynningu leið og næsti þáttur fer í loftið.